hverju heitir hún, eða bíllinn Frú Ragnheiður? Já, þegar við komumst á bílinn, það ár sem við tókum bílinn í notkun, þá var kvennadeild Reykjavíkurdeildar Rauða krossins, þá átti hún afmæli. Og Frú Ragnheiður er fyrsti kvennauglæknir landsins og var stofnandi Reykjavíkurdeildar, ein af stofnendum kvennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða krossins. Og þau vildu heiðra hana, Reykjavíkurdeildin vildi heiðra hana Ragnheiði, og við vildum ekki láta bílinn heita eitthvað svona sprautubílinn, eitthvað svona sem væri rosa gegnsætt nafn. Þannig að verkefnisstjórinn okkar á þeim tíma, sem heitir Þór Gísla, hann kom með svona dásalega hugmynd, hvort að hann ekki bara nefna bílinn í höfuðið á Ragnheiði, og sem virðingavott við hennar bara framlagi gegnum kvennadeildina. Og þá var Frú Ragnheiður öldruð kona og komin inn á elliheimili, og ég var með svona öldrunarfordóma og ég sagði að hún, gamalt fólk skilur ekkert hvað þetta verkefni snýst, og ég bjóst ekki við og hún vildi að sitt nafn væri tengt einhverju svona verkefni. En ég þarf að vinna greinilega með mína eigin öldrunarfordóma, því að hún var alveg bara, fannst þetta mjög mikilvægt verkefni og mikið svona samfélags- eða heilsueflingaverkefni, og var mjög stolt af því að það bæri hennar nafn. Og þannig að virðingu þá bættum við Frú við, þannig að nú heitir hún Frú Ragnheiður.